Góðan daginn, það einhver dagur í dag, við reyndar ekki hvaða dagur er í dag. Það sem ég er búinn að vera að gera í dag ég er basically ekki búinn að gera raskat. Ég er bara búinn að hafa kósí. Ég fór með Önnu, Baltasar, Benjamin, Anitu, fórum öll niður í leikskóla, vorum að tala við einhverja unga dömu þar varðandi Baltasar. Hvað heitir þetta? Þetta heitir talmeinafræðingur. Já, við erum svona að skoða málþroska hjá honum Baltasar og það er bara að vera að vinna í því og við bara ótrúlega ánægðir hvað leikskólinn tekur vel í og hugsar ótrúlega vel börnum, eða strákana mína. Svo á þetta annað eftir að fara þarna líka. Það sem ég er að gera núna, ég ætla að taka til. Klukkan er að detti í 2. Ég ætla að taka til og ég er búinn að setja eina þvottavél. Ég ætla að hanga frá þessu rusli. Ég ætla að taka til aðeins hérna í þvottaherberginu hjá okkur og hendi ykkur draslinni í bílskúr og eitthvað svona. Þannig að já. Þetta er nú ekki mikið merkilegri dagur en það sem ég er að gera. Já. Núna er það hérna rífi. Þetta rými búið, þá er það þetta búið. Þegar þetta búið, þá er það stofan. Svo losa okkur við eitthvað á þessu dóti. Röðum aðeins til, tökum aðeins til. Vá, komið brá. Það var að fá þetta hefði frigg lána. Það kom þvílík glæti og svona hvellur. Ég er bara eitthvað, what the fuck? Hljóp til Önnu, allt í lagi með hana. Búinn að skanna allt húsið. Svo tek ég eftir hvað það er sem gerði þessi læti. Það er þetta hérna. Þetta er greinilega búið að hrynja hérna niður á þakið. Þannig að ef strákarnir skyldu fara út að leika sér, þetta hrynur niður, þá ætla ég að vera búinn að brjóta þetta áður en þeir hoppa út. Ja, þú erum búin að brjóta þetta. Það sem er eftir er akkurat hérna inni á Önnu. Hérna. Ég held að það gerist ekki, sko, grýlukertin eru fáránlega stór, sko. Fáránlega stór. Það er bara ekki opinn gluggi til að brjóta þetta. B-vítan stóð niður. Þannig að, já, nema ég fari upp á þak, ég þori því alls ekki. Eini glugginn, sko, það eru 2 gluggar á þessari hlið. Það er glugginn allan meginn sem ég notaði til að brjóta áðan. Svo er þessi gluggi og svo er það 1, 2, 3 og þannig er hann. Og inn í herberginu hjá Önnu, þessi gluggi er ekki með opnulegu fæi. Yes. En já, hérna, ég er allavega rosa feginn að það var ekkert alvarlegt skeiði og strákarnir hafa ekki verið úti. En það
halda svona eitthvað til. Þá stofan tilbúin. Það sem langar rosalega að reyna að ná í dag fyrir eftir hvort strákarnir gefur mér break að gera það að snúra hann. Já, hérna soundbar hjá okkur, það hrundi af festingunum. Þannig að skrúuna, þeir sem eigi svona soundbar, þetta er 5,1 JBL. Rándýrt, ógeðslega flott, en festingarnar höndluðu ekki skít. Þannig að hérna það einhvern veginn að redda því. Það einhvern veginn að laga þetta. Ég þarf allavega að laga þessa snúru sem hérna, sem fer hérna niður. Ég þarf að setja hana, ég þarf að taka miðskápinn úr sundur, taka hana af og leggja snúruna bak við skápinn. Það er svona það sem ég langar að gera. Hvort ég geri það í dag, eða morgun, eða einhvern veginn, ég veit það ekki. Barnaherbyggið, strákarnir eru að koma og það tekur því bara ekki að taka þarna til út að þeir rústa þessu skot. Já, þannig ég ætla bara núna að fara að undirbúa það að græja Önnu í föt, aðeins hlýrri föt og svo erum við að fara út og ná í strákana. Ég notaði vagninn í gær og það gekk ömurlega, þetta var bara mjög erfitt að vera með 3 börn í einum vagni og ég ætla ekki að gera það núna. Ég er að pæla í því að ná í bara þotur, svona renniþotur, eða ég veit ekki hvernig ég ætla að takla þetta. Ég er svona með það, en þetta hérna er að fara í skúrin, bílskúrin. Ég er búinn að fara eina ferð, þessi 2 kassar, þessi poki og svo stangir. Það er að fara út í bílskúr og verða þar þangað til að ég tek til í bílskúrnum. En það er ekki bara rosalega flott plan. Ég er allavega búinn að gera ótrúlega mikið á stundum tíma og ég er að pæla í því bara næst þegar ég grípi vélina þá er ég bara í GoPro vélinni. Ég ætla að setja þessi í hleðslum og já, við bara líbla. Prófa þetta. Svo halda svona. Já. Þetta er rosalega. Þetta er ágætis vinna. Þá erum við komin heim, krakkarnir. Ég verð að viðurkenna að þetta var fáránlega erfitt að draga 3 börn á svona sleðum. En Anita er í fitu, eyðingar, húðþéttingar, meðferð, eitthvað. Hún er í samstarfi við eitthvað fyrirtæki. Ég er rosalélegur í þessu, sérstaklega ef það kemur ekki frá mér. Hún er í einhverju svona dóti núna og þvílíkur munur. Ég mynd skauta á hana bara eitthvað, af hverju fæ ég ekki svona, ég er í átaki, ég er komin í gott form. Ég var mega til því að prófa þetta. Ég er að prófa að fara í svona fitu eyðingar meðferð. Ástæðan fyrir að hún er pirruð er að hún er svöng. Nei, Anna er svöng. Ég er að hita vatn svo ég get aðþýtt mjólk, sem sagt brjóstamjólk. Þegar ungu krakkar, já, hún er að drekka brjóstamjólk, en já, og já, ég er að kaupa mér smá frið með að leyfa strákunum að horfa á eina bíómynd. Við erum að minnka sjónvarpsáhorfið þeirra, en já, ég er að verðlauna sjálfum mér að hafa dregið á 1
3 börn á sleða að fá smá pásu. Ég er tæpur í bakinu. Ég ætla að reyna að koma mér á æfingu eftir. Já, ég afsakið hérna hljóðið og svona svengdarhljóðið hennar Önnu. Ég er bara að bíða eftir að geta afþýtt þetta og fara að gefa henni pela. Fyrir ykkur foreldrar sem eru þarna, þá höfum við, Baltasar og Benjamin hafa verið með svona pela, djöfull skítugur. Hefur verið með svona pela á þennan stól. Anna vill ekki sjá þetta. En hérna, við höfum, ég komið með annan pela sem hún meikar súpur og allt það. Hann lítur svona út, með svona tótu. Hún dregur þetta og er farin að dutta pela, snuð með svipaðri áferð. Svona. Fyrir ykkur sem hafi kannski hugsanlega mögulega áhuga á því að vita þetta. Ég ætla að fara að gefa henni pela. Herðu, krakkarnir eru farin að sofa, Anandi komin upp í rúm, þannig ég ætla að enda þetta núna bara takka Esla fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njóttu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.